Í Oddsgarði hefur myndast löng röð við skíðaliftuna þegar okkur bara garði. Stubbaskóli Jenjar nefnilega í þann mund að hefjast. Í röðinni ákaflega breytt aldursbil. Ungir sem aldnir, með stór skíði og smá. Sum það lítil að þau ná ekki mikið lengra en skíðaklossin sjálfur. Hvenær verður Stubbaskóli Jenjar til? 2011. Sonur okkar kom frá Noregi og stofnaði þetta. Og hvað þetta margir í dag? 40. Í þá tveimur hópum? Já, byrjendur og svo lengra komnir. Og hvaða aldur þetta sem í Stubbaskólanum? Frá 2,5 og upp í 5. 6, já. Já. Og hérna hellingur af foreldrum líka? Já, þau eru mjög duglega og náttúrulega nauðsynleg í þessari baráttu að koma þeim á skíðin sko. Og við erum að reyna að kenna þeim líka að þetta sé bara samvera og útvera og snúist ekki bara skíði heldur svo margt annað. Það er nú alltaf erfitt að halda utan svona marga byrjendur án þess að vera með góða stuðning af foreldrum líka. Já, og við erum líka með góða krakka með okkur sem að hjálpa okkur. Kennarar? Kennarar, já. Og annur eru frá Eskifirði og Norðfirði. Og hvernig fer svona kennsla fram? Þetta kannski dálítið ógarætt svona í fyrstu sín? Já, við erum bara með þau í fanginu. Já, bara svona. Já, í byrjun erum við náttúrulega bara með þau í fanginu en það er ótrúlega fljótt. Á fyrstu 3 tímunum þá erum við búin að koma kannski 60-70% af þeim í liftuna þó þau fari ekki alveg upp á topp. Bara fara nógu oft í liftuna og hætta að hafa kvekt við hana. Þið hljótið að hlakka til þess í hvert skipti sem það nægur snjór í fjallinu til þess að hefja skólann? Já, það er bara númer 1, 2, 3 að hafa nóga snjó og við elskum hann. Brautin hérna, hún gríðarlega skemmtileg. Þetta eru tröll eða skrímsli sem hún gefur 5 á leiðinni niður. Er þetta eitthvað sem þið útbúið eins og Vestinn? Nei, Sún samvinnufélag Norðfjarðar gaf okkur þetta eða styrkt okkur þetta og við sáum þetta bara á netinu og í fleirum Stubbaskólum eða erlendis. Já. Og getið þið alltaf bætt við? Geta ennþá fleiri komið í Stubbaskólann? Já, við bætum bara við kennurum. Þetta er svo mikils virði fyrir, held ég, íþróttina líka og til dæmis svæðið. Við erum við drögum foreldrana líka og eldri systkini með þessu litlu. Hvetjum þau til að fara á skíði og við reynum að segja þeim til líka og það er fullt af foreldrum sem hafa í rauninni lært bara með því að elta okkur og börnin, sko. Á skíðum skemmtum vér la 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 Niður brekkur fer la 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 Síðan aftur á ný upp á óðar ég sný Niður liggur mín leið og mín braut sýnist greið og því eitt þá víst að ég alls ekki skil Hvernig svo illa vildi til að það var hoppsabong á skíðum Anna, þú átt barn hérna í Stubbaskólanum. Hvenær settið þú barnið þitt hingað? Þetta er bara fyrstu veturinn. Og þú ert með annan hérna á leiðinni í Stubbaskólanum, að venja hann við? Já, stefnuna næsta ári bara. Ef þú segir okkur eins frá Jóa og Jenny, hvað eru þau að gefa þessu skíðalífi hérna? Bara heilmikið sko. Ég hef sennilega ekki, börnin mín hefði sennilega ekki frá skíðinu en bara því að þau eru með Stubbaskólann hérna sko. Og þetta er hellings útvöra líka fyrir foreldra að fá að koma hérna með og gera pínu dag úr þessu? Já, þetta er bara mjög gott að geta gert í dagamun. Og koma með nestið og allt með? Já, hann er reyndar ekki mjög viljugur að fara í nestið, það er svo gaman, en það er borðað á leiðin heim. Þú ert ekkert með skíðin með þér? Nei, ég er ekki mikið skíðamannskja. Þú kannski þarft að skráði í Stubbaskólann líka? Já, sennilega. Já, það er ekki spurt stærð í Stubbaskólanum. Hingað eru allir velkomnir, enda skíðasportið engar hentugt fyrir alla fjölskylduna til að stunda saman og framfarirnar láta ekki á sér standa hjá þessum upprennandi skíðasnillingum landsins. Gengur í rauninni ótrúlega rætt og þau eru svo dugleg. Það er alveg sama að þau kvarta aldrei til dæmis yfir veðrinu. Það er frekar að við gerum það eða foreldrarnir. Þetta eru bara naglar, sko. Og þau sita hérna út og drekka og fá sér nesti þar og þau eru ekkert endilega farin í skála. Það er svolítið langt niður í skála fyrir svona litla fætur, sko. Það er betra að gera þetta bara hérna úti þó að þessi snjó koma og jafnvel bylur. Hvað eru þið að læra helst af krökkunum? Er það kannski það
Já, og láta ekkert veðrið á sig fá, eða þau kenna ykkur eitthvað líka, eða ekki? Bara stundu. Jú, bara samverun og umhyggju og ástina. Bara svo ótrúlega gaman að vera með. Þau eru voða að fljóta að sýna manni væntumþykju og svona þakklæti. Það var bara á 3. deginum daginn að þá var eitt sem að leiddi mig að lyftunni í biðröðinni og leit svo upp á mig og sagði ég elska þig. High five! Þú biður ekki meira það? Nei, maður getur ekki fengið betra hrós. Það bara æði.